Jammi.net á föstudegi hádeginu og það galsi í mönnum bollarinn, mættur svektur að hafa ekki á listanum yfir flottustu sköllóttu kallalandsins Strákar, hvað meinið? Ég alltaf, sko, ég að hitta fólkstundum og ég eitthvað svona, ég eitthvað að hugsa Tyrkland. Þú að hugsa Tyrkland? Akkur þarf þú að pæli því? Það bara ég og svo ger ég svona, sko, og það svo, ég alltaf búin að taka eftir þessu. Ég fæ mjög oft, sko, hverjum ertu að ljúga? Hjálfðu þér að leiðandi í bæi eða? Nei. Svo hitti ég stundum menn og menn segja, hvað heitir áttur hérna sköllóttu vinnin? Þá var það bollin sem að tala Svo það Sindri sem langt frá því að vera sköllóttur og aldrei litið betur út. Það þetta geggja hár. Takkilega fyrir. Þægilegur og veltið hafður á leiðin til Napoli í næstu viku. Og svo Mækarinn, Grikkin sem náttúrulega hefði ekki komist, þetta voru Íslendingar á listanum Já, þetta var íslenski listi ekki sá gríski Ég komst ekki þennan Ég kemst ekki á neina lista Ég hafði sambandið Smartland og hann fekk ekki að með það þegar hann grískur Það Grikkin Það svolítið þannig, þetta grimmt Að sjálfsögðu Sæsi Gunnlaugs mætti til leiks bjóðum honum velkominn og let's go veistan hafinn hann frábær hann æðislur en strákar þetta ekki flókið við erum komnir hérna til að ef að fara í hjóli strax kannski takk aðeins hérna ræðu leikina fyrst en leið mér að koma eitt hjá mig ég að hugsa að því að vinir minni hérna þeir svo duglegir að vinna og allt svo mikið að gera hjá okkur og tjattið stundum búin að spurja út í sko my skincare routine þannig ég er með smá pakka fyrir ykkur Nei það er skincare pakki Býtu, Sindri er svo fallegur gott að hafa hann, segir Gunnar Berg. Þetta grína? Nei. Takk að fyrir. Þetta grína, Þetta frá Dóttir Skin, það serum, að því að fólk að spura út í rútína mína að setja serum á húðina. En þetta sko, þetta rándýr gjöf, sko. Ég veit það. Þetta kostar alveg. Svo maski ofan í líka, þannig að það væri gaman að sjá eitthvað með maskan. Og svo ertu með leiðbyrningana hérna hvernig þetta er allt gert Mækari Ég með fyrir búlis Ég myndi nú taka þetta af bolla sko Hvað mér Þú er ekki þetta að gera Nei, bara ekki nógu gaman líka þetta Byrjum bara á 50 sólavörð Mér sýnist hann þurfa sólavörð þótt að sé ekki sól Ég er búin að kaupa Það er einu síð ekki sem sólavörð þótt að sé ekki sól Máli er Þú eru bara rauður að það er útgeislun þó að það sé þessi ský Ég komist að því Já, en ekki rigningu og roggi er ekki mikil útgeislun Ég er bara þegar horfir á skjáin hérna er ekki bara brúnn og flottur Hvað er bollið á auglýsa á X-unu meðan hann að gjamma með ykkur Er Sindri að vinna með Minoxidil eða eitthvað áleika Minoxidil Það er bara Dóttir Skin Er boll ekki bara kynnin lag ákvarðað núna? Já, þetta er Gilsar sem sendir þannig Hann er á Ítalíu Þetta er sennilega ekki svo eini sanni Nei, þetta er ekki Gilsar Hann er með Gumma Kýr og einhver staðar á okkur bát núna sko Hvað ferði þetta? Þetta er gaman að fylgjast með áhrifavaldaferð En ef þið viljið vita eitthvað áhrifavaldaferð ákvarðað sko Ef þið viljið vita eitthvað peptides þá spurði ég Egil Ég fekk 3 klukkustunda fyrirlistur í Dublin reta og hann kom nú líka með í þættinu mjög strákunum en Egil maður eiga það hann er vel lesin á hluti sem hann hefur áhuga á en ef hann er ekki áhuga á þá En ég er með frábæra frétti frá Agli úr ferðinni hann sagði að við yrðum allir 120 ára Það er að koma svo góð líf næstu 10 árum við verðum allir 120 ára En þá þarf að passa sig næstu 10 árin og þá horfum við eitthvað tvo hérna Ég get alveg lofa Agli því að ég verð ekki 120 ára Hefðu maður eitthvað áhuga því að vera 120 ára? Já, veistla maður Ég er ekki sem að margir hefðu áhuga því að þú erðir 120 ára bótni sko Hann er strax ég líka áhuga því sjálfur sko Greiði börni og annað þegar þau verður náttúrulega fallið frá hann verður einn eftir 120 Ég hugsaði kannski batna Ég hugsaði djöfull bara var með honum heilan laugardag og bara átti betur vinna eftir það Svo mæti ég þungavittir á miðvikudaginn og hugsaði, herru, byrju, það er alltaf að gerast á milli mín og Mækarans. Byrju, er þetta eitthvað? Nei. Svo Jú, við erum fínir vinir. Þú verður bara að læra að þetta tekur all tíma, sko. Strákar, ef við byrjum á íslensku deildinni, bestu deildinni. Það eru 2 leikir í kvöld. Sko, þetta er svona... Herru, kíkja á þetta. Þetta er epic bet þátturinn, sko. Málið er þetta er eina sem er hægt að veðja á einhvern veginn og það er þessi besta deild. Það er eina sem dettur. Það er ekki Þróttur og eitthvað svona liða eða ekki fyrir manni. Ekki eins og ræða Faglegir hefur skoðum hjá mann aðeins. En sko, hann ertu með FHIA. Ég er með það. 1x. KRK. Þetta er Sindri held ég. KR vinnur. Og yfir 3,5. Já, ég er með það. Og síðan Þórstjarnan, þar er ég Stjarnan vinnur. Já, sammála því. Og þannig erum við erum allir sammála alltaf þessu. Þetta er 8,5.
Hann þælu þessi Þetta er líka sko yfir 3,5 Nema K.R. vinni K.A. bara 3-0 Já, þetta er 3,5 tótalmörk Og þá hver eðilegur þá? Jú, bollin Já, ég nú reyndar ekkert verið mikið að eðilega þetta Já, það var nú oftast mækar en þetta sem eðilega hjá mann Nei, ég held að ég bara dotti hjá minn sko 37-38 skiptið mér vettur en hitt aftur á móti og róipinn hinnum minn Málega þú ert einu mann í heiminum sem gæti breytt mögulega bara mannkins sögunni skilur þú, bara að það henda þér Já, bladra ná mikið bara Þú getur maður bara að fyrir að trú honum Bladra og svo bara allir bara herðu það er búið að skrifa hann upp á nýtt Hvað, það er enginn að hlusta á þau, Bolli Nei, hvað getur klikkað það? F.A.I. getur að sjálfsögur klikkað, ég er með það en ég hef tröll, ég trú að því F.A. ná allan jættibli í svo leik Já, þeir tap ekki í svo leik, ég sammála því Það er gretta í þeim Hann fór yfir í þungavættina minni morgun, Ásgeir Frank Nei, hvort það var, hann með okkur Áhugavert, Skaginn umulegir á grasi 3 verstu leikir Skagamenn í sumar eru heimaleikirnar á grasi Grindavík í byggar, Keflavík og IBVF bara í tómu rugli öllum þessu leik Ég menn ekki þakka það á Kottandir í kvöld hvíla sig á hátæðinu, Bolli og hvíla í milli þátta þá takk ég á Kottan Ég er bara F95 blöð eftir þannig að það heldur áfram vinnudagurinn hjá mér Já, maður býður ennþá eftir búið þongað Svo það er ekki hjamma sko Það kemur aldrei Mike, þú er ekkert að fá þig Það er þið bara ómikið veist sko, það er ómikið hlustun Blöð getur bara svara verið það akkurat, en hann er allan tekur í hjamma en hann er að vakna Hann hefur meiri stjórn á hjá maður Þið, strákar, F.A.I. Fyrsti leikur byrjum að þér Bolli Þú þekkir þetta allt saman frá aðtölu Herðu, eins og Þá er þetta ekki íslenska boltan betur Nei, ég er sammála því reyndar Ég bara er alltaf að hitta þetta Málega, ég tek undir með Mike læriföðu mínum og nýjum vin Svona, samkvæmt mér allara mjög góða vinir, Og ég held að F.A. tapi aldrei þessu leik En ég held reyndar að F.A. vinni heldur ekki leik Þetta fer í jafntefli Þetta er lesnasta X þessar umferðar Það leitar alltaf, mér finnst það vel boðið 3.95 Það er rosa jafnteflislykt að þessum leik, þú veist fyrirfram og margir sko hafa keppst við í dag og ég gæri að tala F.A. upp og sé eitthvað komið að þeim að vinna og menni alltaf inn einhvern sigur. Þetta er bara sama liðu öllum hinuleikjum. Já, nákvæmlega, jú, en hérna... Er ekki einhver að koma inn á meðsli með hann og svona? Ég þekki það ekki, kannski býða þær með að fara með landsleikin. Já, en sko mér finnst jafntefli að líklega niðurstaða, en ef eitthvað þá hallar sér samt að ía. Þú veist, Skagamenn eru það harðir, þeir munu þjappa sér saman og F.A.-ingarnir eru bara ansi tæpir á því, finnst mér. Já, ég er ekkert endilega, þetta þarf ekki að vera jafntefli. Þetta er bara erfiður leikur og eins og ég segi, þeir eru nokkrir, það má bara sleppa þeim ef þeir eru erfiðir. Bolli, ertu lesblindu, segir tjatti Skorir ekki alltaf bæði liðinisleik þegar munið þetta leiknum að í fyrra það var trúlega leikur ársins leikurinn hatt í fyrra þegar Heimir og Dín Martin voru auðarspeldu og í á að vera bara 7-0 yfir í hálfleik er 2-0 eða eitthvað, F.A. skorar og F.A. vinnur síðan leikin eitthvað 4-3 eða eitthvað 3-2 og ég held að þetta verði alltaf skemmtileg leikur, ég held að verði mörk í þessu leik það er bara 2 lélegar varnir Ég setti 3-1 F.A. Það var nú bara eitthvað svona til lofti, ég ætla að halda hann bara við það en yfir 2,5 mörk í þessum leik og both team to score eða yfir 3,5 mörk, það ætti alveg að þetta. Hvernig hendar þetta hjá þér? Ertu að mæta í þungavettin og segja eitthvað 1 og mæta hinga og segja Nei, það segir 3-1. Þú er búin að segja 3-1. Þannig að þú ert ekki með 2 mismunandi spár. Ég var að segja það, ég er að reyna að koma við það, þess að ég að hugsa. Það er betur verið stutt síðan þátturinn var búinn. Ein spurning á hjá finnst þér líklegt að séu lið sem eru bæði nú að heims til að halda ekki unnið hvort annað? Ég held að sé ekki boðið upp á spjöld. En ég ætla samt að segja það þeir sem eru að horfa að ekkert þótt að Mike sé að teipa 2 sinnum á sögum úrslitin þá ekkert við staða detti sko. Svo er það Getur við séð aðeins er verið að bjóða upp á spjöld þannig? Það hlýtur Ég er alveg rugglaður Ég sé fyrir mér spjöldinu Þetta er alveg nýtt fyrir mér að Mike er að vera eitthvað hóvær það dettur stundum inn og það er eitthvað ég fær svona kýt í hjarta Stráka, það er ekki búið upp á Farið í markaðir Það er ekki búið upp á Það er ekki búið upp á spjöld En ég get alveg sagt mönnum það að ef þið viljið make cash eins og Gilsarinn á Ítalíu þá farið í hotspinnunar í hvaða einasta leik sem ég er ekki búin að tapa á einum leik hotspinnum í bestildinu sumar. Hvað mennur þá, margar hotspinnur? Já, það bara er enda sérðu sko í enska er 10,5 það er kannski eins og 9,5 sko yfir 7,5 það eru bara 13 til 18 hotspinnur í öllum leik og ég er bara að taka seðla og þeir hafa verið að detta sko
Þá fyrir við næsta leik sko Það kemur engan á þessu. En þetta er bara áhört. Mér finnst þetta mjög Ég þarf ekki alltaf að klappa fyrir hvert skil sem kemur. Nei, maður hefði sett vel að fá smá. Nei, bara hörru, fyrir við næsta bara. Ekkert eitthvað, já, geggjað, getum að setja á hópni. Erum við konur í það núna, það rósa öllum alltaf fyrir hvernig. Ég var að benda þér á okkur sem þú vissir ekki Ég ætla að henda 100 eurum á Hlynur 5744 fekk botleggi með um skirtunni. Nei, þeir tala sér alltaf saman svona sér grúpu. Já. Og alltaf að reyna að koma með Við erum allir í svona svipuðum. Skemmtilegt. Ég og F.A. er svo frábært spennandi virðing, 2 lið sem þekki að spila á grassi og ég held allt muni verið í járn. Það er sammála. Það held sér rétt hjá honum. Salsa sósa. Fram-Breiðabliks okkar, þetta er leikur. Já. Ef við byrjum á þér núna, Sindri. Hvað sér þið þarna? Bara eins og hinleikurinn, mjög erfiður leikur og mjög erfitt að geta sér til hvað gerist. Fram-Brúnar góðir á gerfugrassi og Breiðablik einhvern veginn allir að koma til. Þú veist, það væri alveg möguleiki að taka stóran blöðseðil í dag og setja jafntefli. Báðarleikinir ég held að fá 16 að 17 stuð. Það er mjög spennandi. Það setja jafntefli á báðarleikinum við kvöld. Nei, það er heldur ekkit ólíklegt. Nei. Það er bara gáulegt. Það er gáulegt að hafa það ekki þar. Þannig að 16,4 stuður og 2 jafntefli. Þannig að þú veist, ef maður á 50 € að setja það eitthvað svoleiðis. En ég held að Blikarnir sé að komast á okkar gott rönn og hafi yfir höndina í kvöld. Já, vinnið þetta bara. Ég fæ eitthvað tilfinningu, já. Ég veit ekki, en það var að mörg líka, hann að 1-2, 2-3, ég held að veri opinn og skemmtileg leikur og eftir að öll liðin voru eiginlega að byrja á gerfugrassi, þá er bara miklu meira að mörgum og mér finnst það miklu opnara, miklu skemmtilegra, sko. Magari? Já, þetta er skemmtilegt, þetta er svona krútlegra, eins og maður segir. Já. En svo þegar við förum erlendis að spila þá hafa með sér gras og þá eru þetta ekki krútlegt lengur. En það var krútlegt og skemmtilegt að þeim þetta helviti gerfugrass, en ég sagði þessi leikur fara 1-1 en ég tek undir hvert orð því á sessunautum mínum bara 2 lið sem eru á mikill uppleið og voru mjög góðu sumar sérstaklega fram Blikarnir á mikill uppleið voru frábærar á móti KR og þetta er gríðarlega erfiður leikur að sjá fyrir því að þetta eru lið sem verða alltaf í topp 4 í ár Sko það er eitthvað í mig sem og hljótar bæða stefna því ennþá að geta mögulega ísmeistarar Mér langar að Framarinni verði liði sem verði þannig öðru 3 Þeir verða alltaf í það er eitthvað sem er langar til þess að þeim gangi Ég heldur að verði það maður heldur svolítið með þessu framverkefni Öðru eða 3. sæti heldur með þessu heldur með þessu framverkefni hvaða verkefni, hvað er erlenda leikmenn Rúnar Kristjáns já, þetta er bara helmingurinn þetta er erlendir atvinnum það er svona skemmtilegt og ekki vera skemmtilegt verkefni þú sé erlendir jú, ég bara spæði fylgjum þessu verkefni svo þetta sé eitthvað því líka uppbyggingar starfsemi ekki gleyma Stjána Fimbo og Friðgeri það má ekki gleyma alltaf skemmtilegur og gaman að spjalla við þetta er bara vinnara með sér ég segi 1-1 þetta verður bara hörkuleikur það er rosalega svekkjandi samt fyrir bæðilið já, það er rosalega þetta verður mjög skemmtilega leikur ég er að horfa hennar leik sko ég er sammála því framvinnuleik það faraði ekki ég hallast það því framvæðin takkið nei, ef ég væri með komin að góða byssun á hausinn og ég mætti texta því að til blá myndi setja Breiðablik sammála Sindra við ætlum að fara stráka að vera að biðja meistardildina við gerum það sjálfsögðu eftir en við ætlum að klára bestu dildina fyrst við þekkjum bestu þið þekkjum bestu við erum bestir IBF Keflavík strákar herðu þetta er leik þetta setur 1x IBF tapar ekki þessu leik þú veist ég held að IBF geti alveg bara unniðanleik það er komið tíma á þetta Keflavík líka Keflavík bítu þú mátt ekki gefa honum frið til að vera að tala eitt þú verður aðeins að grípa fram yfir honum hann fyrir bara alveg í baklega slagja á þróttur að það byrja ennþá svona þetta situr í mér nei, ég held að Keflavík sko, það er too good to be true fyrir Keflavík að koma til eiga núna að vinna leik ég held að IBF vinnið þetta í dag Gloomy Sunday ég er bara ekki sammála þessu ég Keflavík séu einhvern veginn miklu rútirinar í öllum sem þeir eru það IBF einhvern veginn ennþá að reyna að finna einhvers konar form og eitthvað markmannamix og eitthvað menn sem vantar og hitt og þetta og svo mjög langt í þjóðatíð ennþá þau verði vel betri þegar það er alveg þannig þannig að ég veist ef þú ætlar að gera eitthvað tvítringu þá var það X2 það var það sem ég myndi gera já en þú far valjúið hinum einn í Keflavík og slíkt en ég held að sko að þetta hafa verið svona ég ætla ekki að segja leiðilega leikir en þú veist ég held að verið mörk í þessu þú veist þarna munu íþróttabandala Vestmanni að þurfa að sækja og sínu fólki eitthvað til að vekja þeim sem mæta á völlin já en þú veist ég er sett til að fá fleira á völlin næsta leik en heldur ekki þið mæti bara vel varkarir og þetta voru bara 2 varnir ég held ekki það er líklegt nei ég setti 2-2 þennan
Ég sammála Bolla. Takk, ég held að Keflavík vinna ekki hennar leik en ég líka sammála ykkur að ef þeir gera það þá þetta bara ótrúlega byrjun því að þá þeir búin að sko, standa saman til góðaliðunum svo fóður Þóra í BF og þeir vinna þau bæði að því að þeir unni Þóra með miklum herkjum og ef þeir vinna þennan þá verður það með herkjum líka ég hef nokkuð klárað þau og þetta leikurinn fyrir IBF að snúa blæðinu en ég búin að segja annars þar, ég hef heyrt það leigubílar sögur og eigum þetta sé mögulega síðast leikurinn að þjálfa IBF ég selði það ekki dýr en ekki eftir já, mögulega með þetta eðlilegt, hann virkar helviti ósamfærandi svona á ekki ég er svo sem ekki að taka náunguna lífi no það er alltaf að taka og það mæki var alltaf boltar á milli en ég held að Vestmanni getur komið brjálega slag grimmir í einu leik ég vona það þeir gera það IBF fara skælbrósandi með 1 punkt upp í Þyrlu, Herjólf eða bara árabótin, ég veit ekki hvernig það fara þannig að við erum svolítið sammálað það að þetta verður hvað segir þú? það verður að tala um markaleik ég sé það ekki þeir eru búin að skora 8 mörk IBF 9 mörk Keflavík samt 2 síðasta leik og hann að setja feska íslenska strákin og þeir verða áfram með í svona leik, annar liðið sem kemst yfir munir bara að reyna að læsa málið, nú vil segja rétt það kann enginn að læsa í íslensku deildinni það kann enginn að spila vörn þetta er Spurs feelingur þetta er ekki Arsenal sko ég ætla að hrósa það fyrir þetta Mækari Kjálmar kæri vinnu til hammingi með Robertson og Senesi frýtt til eitthvað Tottenham verða ekki Óskar einhver mann til hammingi og það er risastort það er bara mjög stort komið þeir tveir bara til Tottenham degin aður bara Björgur sem er ömulegu tímabil pæli í leikunum sem er frýtt nei ég bara fyrir ykkur að fá Andy Robertson þetta er bara Senesi er hörku hafsend já og svo fá menn tilbaka með hvernig stendur það því að Mike er alltaf mættur í vinnuna það skiptir ekki máli hvort það sé Hjammin, Viktin eða krakkan á æfingu, miðgar, hann er með 100% mætingu það er bara gamli skólinn 100%, það er rétt þessu 100% mætingu ekki henda 100 árum á Fannastein það er að leina fyrir þetta minna má ekki vera Káa, strákar já, ég ætla bara að byrja á Káringi nummer 1 á landinu þú veit, ég veit að Sindri þú ert móðgæða núna en það er Mækari ég var bara að byrja þetta já, ég meina ég máli er að Sindri er blíð og stríðu máli er Mækari hefur bara til að sleikin hennu upp þarna skilur þú veist Mækari hefur alltaf sagt sína sögu ég sleikti hann ekki svo spilaði Sindri með Val já, við fórum við á laugardaginn ég reyndar á leiki ég áreindar leikið með Val líka ekki meistaraflokk jú, í meistaraflokk ekki yngur fóruð þeir niður í aðra deild nei, ekki, ég á leiki á undirbúinnstímabil ég var á leiðin í Val fyrir 25 árum KFH þá eða eitthvað nei, Valur, Eyjúpa þjálfa nú, sko, eftir að KSC Hjörvar Hafleðarsson í markinu Arnór Guðjónsson eftir að KSC síðan reyðlaðast til þá getur hann bara að segja bara eitthvað sko Hjörvar Hafleðarsson, Arnór Guðjónsson voru að kallarnir hérna Jón Þór, þetta er 2000 en ok, hvernig sér hann leik? Hvernig sér hann leik? Er þetta gamla góða yfir 4,5 mörk í fyriráleik? K.R. vinnur bara hann leik K.R. vinnur hann leik og ég held að vinna aftur 3-1 Káa, ef Káa spila þetta er skemmtilegasti deildarinnar mútið leðilegasti deildarinnar Káa ætti ekki að vera það með alla sóknarmennin sem er með en það bara er ekki eitthvað að virka höfum og ef Óskar þetta er síðasti leikur verið landsleika frí sigur á Káa í þessu leik þá er þetta stórkostleg byrjun 25 stig til 10 leiki væri alltaf á toppnum nema í ár en hann má ekki slippa í þessum leik það er að koma að tekja eitthvað frí eða þeir koma brjálaður út í leikin en K.R. hefur verið í vandræði með Káa bæði heimaðalli og útvöldi en nú erum við bara allt öðru stað og ég held að Káa á ekki að breyka og ég verð mjög pirraður ef ég sé Káa eitthvað breyka í þessu leik hann er búin að vera frá leiki og Stjáni kollegi minn talaði hann væri 100 ára og kannski ferillin búinn en að Káa skuli semja Rodri aftur hann er miðjumaður 37 ára ég þarf að setja spurningamerki við það en þú heldur þetta að vera easy win Káur ég gerir kröfu á það sko já ég gerir það líka og mér finnst meiri þess að streytum við stöðullin 1-4-7 bara hann er vel búið já hann er frekar hár með að við sko hann að ég held að Káur þeir eru bara miklu kvikari, miklu fimari í öllu bara hvernig þeir spila
Ég er bara fálið að spila eins og þeir þannig að ég held að vinna hann leik samfærandi Eitt í þessu, þeir eru rosalega, ef eitthvað lýsa K.R. ætti að vera rætt að spila á móti, fyrir þetta kannski Breiðablik og Víking, þá var það K.A. með Oliver, rosalega, þið munum bara fyrir hvernig hann fór með okkur K.R. áður en hann meiddist í byggar og deild hraðinn, þeir eru með Hallgrímar og Djuric, þannig að við ættum að vera mjög hræddir við þá, en málið er þeir hafa bara ekkert, þeir eru ekki inn í takti og þegar þeir komast í takti, það verður aldrei fyrir en eftir landsleikjaldi, þeir detta ekki í taktilanslínu núna, þeir þurfa landsleikjaldi held ég, til að koma sér í taktin K.A. Ég held að K.A. sé alltaf að fara að skora 1-2 mörk K.A. Já. En K.A. skora bara 3-4 ég segi 3-1 aftur við tókum 3-1 ég ætla að segja 4-2 K.A. Já, ekki ósannlegt en sko, maður getur fengið að sjá bara fyrri áleik bara, hann er á sunnudaginn góður Erðu? hann er góður Ég meina, yfir 1-5 Já, það er alltaf þetta geðvöggustuð þið fyndið, sjáu þarna sko undir 1-5 er 2-13 það er eitt gæði nelta í sumar og hver var það? Það var hlegið mikið á honum á Mækarinn? Nei, það var ekki Mækarinn Á nafli Nei, hann situr hérna við borðið það var Sindri Nei, það var Hjálmar Örn Og það Hjálmar Örn Jónsson græðasti skemmtikraftur á landinu munið ekki þegar hann eldi undir 1,5 í fyrra áleik en hann var búinn að gera 4 leiki í röð. það kom markið í 2 mínútur og það fór allir að gera grína þú sagðir ég fæði bara síku og slaka á hvað var staðan í áleik? Jú, 1-0 það er rétt hvað var það? K.R. á móti? Hvernig var það aftur? Það var einhver leikur sem allir byggustu yrði bara einhver algjör veist Já, var alveg í seinna áleik var ekki Þór? Nei, það var ekki Bayern ég var að München horfa á þetta. PSG Nei, við erum að tala KR og líka á endur þar sko Já, Bayern München PSG það varst ekki á einum K.R. leik líka Jú, það var eitthvað, við þurfum að reyða þetta það var allan sko að sagði, það var alltaf á Bayern München PSG Já, Bayern München PSG En yfir 1,5 þarna í fyrirháleik 1,67 það er bara takk En er þetta ekki svona Bayern München PSG 2? K.A. pakkar maður er myndið að hugsa, þetta gæti alveg undir Við erum aðeins þreyttir, við þurftum að taka aukaleik í vikunni En K.R. setur svo Undir mikið fyrra áleik, púður 13 Sindri Alltaf K.R. byrji eins og mútið val bara guns blazing Við sjá hvað Sindri Þú gæti með þess að þú fílar aðeins mér á þú farið bara í 2 slétta, bara Asian 2,3 þannig að þú farið bara money back á 2 mörg sko. Það er komin í hærri stuðul heldur en það 1,5 dæmi undir sko. Ég fari ekki í það Svo gerir þetta ekki Nei, en sko, það kom alltaf mörg á fyrstu 5 mínútur í þessu leikjum hjá K.R. Það er galopnið tilbaka Ég sammála Bolla eins og klikkar hann segir hérna, ég sammála Bolla K.R. vinn, markalegur K.A. er skyndisónulið en K.R. mun halda meira possession og herja morki K.A. 4-2 fyrir K.R. Já, K.A. potarinn, þeir eru eins og Mækari sagði, helviti hraðir. Það förum við í gömlu lærisveina Sindra og Mækarnas og það eru valsmenn á móti Víking. Þetta eru Mæk, bara eitthvað valsar. Herri, ég spilaði Víking líka. Já, í öðrum flokk og aðeins í meistaraflokk, eitt Íslandsmót innan í meistaraflokk og ég var einn vetur í Víking. Futsal? Nei, Íslandsmót innan. Jú, hefði ég að mæta þér innan og ég er eitt rugglaði leikmaður innan. Þetta var 93. Þessi stráka mun ekki til innan og spolta. Það var alveg þetta grínast eða? Það var alveg þetta. Þetta var ég að spila innan og spolta. Er ekki tala um futsal? Nei, ég held að Portli mannlega eftir, hann fekk bara aldrei að vera með. Herðu, ég fór í úrslitaleik futsal í öðrum flokk, við skulum bara ekki gleyma því. Arnar var Björgvin. Nei, ég var þetta bara fyrst á öðrum flokki, eini í liðinu. Arnar var Björgvin kláraði okkur svo úrslitaleik. Portli er búin að vera meira á bekknum heldur ég sko. Nei. Það var eitthvað lokið þegar ég kom með bumbuna. En ég ekki satt upplust af það, ég spilaði sko fyrir Berserki sem er varalið Víkings. Það var 2010, spilaði eitthvað 6 leiki fyrir þá. Það voru svartir tímar. En svo komst það tilbaka. Ég spilaði með báðum þessu liðum og þess að ekki minn eina tilfinninga til hvora spáði samt einu, ætla bara östuðtina 1.39 á Víking á útivelli og það 7 á Val. Já, mér finnst líka bara valsarnir einhvern veginn verið búin að tapa þessu fyrirfram eins og flest liðin og ég er búin að vera að kalla eftir því í þættinu hjá mér að ég er með ákall á liðin í deildinni að hætta að fara að tapa fyrir Víking áður og mætir hann á völlin þeir eru ekki það góðir sko. Mér finnst stundum Káringa líka fá þetta svona ákveðlið Þórsarunar sem er bara búin að ákveða Já, þeir voru eitthvað búin að ákveða En Óskar er ekki verið að mæta og búin að ákveða að tapa fyrir Víking sko. Nei, ég er að segja mér finnst Þór og F og þessi lið það hafa eiginlega bara gert það sko og ég talaði við þættinu í morgun eiginlega Stjarnan líka í síðasta leik þeir voru bara skellilegandi að gefa hverjum öðru 5 eftir leik að því töpuðu bara 1-3 Víkingu vinnurinn að leik Hólmar er í banni Já, ég er sammála því, ég er bara með -1 þú veist, Asian eiginlega í öllum seðlum þá nær að hækka stöðlun upp í 1,5 eða eitthvað svoleiðis Ég segi 0,2 Já, þannig þú veist, þau covera örgulega línuna en það er bara gott að hafa backupi sko -1, 1,56 þannig ég er með það sem í allstaðar sko Já
bara bætið þinn í alla sæla ég sé ekki að Valur og ég meni Valur tapar leikur 13 stigum eftir Víking 10 leiki búinir og það verður bara búið þeir eru ágætlega sáttir við sín 15 stig en samt eru 13 stigum voru topnum og mögulega hvað þá 10 frá KR en þú varst nú með eitthvað leigubílasögur áðan og ég get nú kannski sagt hérna góðu sögu það mögulega að vera að skoða eitthvað tiltækt á Hlíðarenda í hver stjórnar knattspyrnudeildinni ég var að heyra það var ég að hætta í haust þessi hvað heitir hann Björn Steinar já hann sé að koma að Styrmir í formannin ég var að heyra þetta Styrmir hefur verið formaður ég held að það var ekkit vittlust múf fyrir Val ég held að skipti bara engum máli bara til að geta eitthvað á vellinum sko menn segja bara 1-6 þeir eru ekkit að spila sko menn að spila 1-6 það var enda gaman þá hemmi í vesinni sko en hver veit Valur með fullt af góðum fótboltamönnum en mér er bara einhvern veginn en sáu við viðtalið hemma eftir KR-leikin það var fældi fótboltum með nettók hann var bara smá bugaða kallinn já, en mér varst í fyrst skipti við vorum að fara yfir ég held í fyrst skipti sumar sem að hann gaggir til liðið sitt og mér fannst hann að hann væri svona með honum fannst hann vera komið þann stegafjöld hann gaggrind skiljiði, hann átti þetta inni eða eftir fyrsta leiki muni í byggarnum þegar KR-ingar yfirspiluð og þá var hann rosa ánæður skoruðu mark ásins mannstöðu frá línu og ef við hefðum fengið en núna gaggir þetta í fyrst skipti en hann hafði kannski stegafjöld til að bakka upp að gaggirinn En strákar, það er komið að því að snúa hjólunum fyrir aftan mig Hvernig spáðið þú Valur Víkingur hjólun? Ég ætla að segja 1-1 1-3 Bara til þess að halda smá spennu deildinni, þá langar mér 1-1 Þetta verði aðeins öðru sér leikur heldur menn hafa verið að Bolli En ef ekki eftir að taka Þór Stjarnan Jú, klára það Það er rétt Verða stjórnumenn ekki bara í Brasi Stjarnan, hann er á sunnundinu líka Sko, en nú segir bara sama, ekki Þórsarðna bara inni eitt sigur núna? Jó, en sko, það er allir að tala núna Sindri, allir að tala að Stjarnan vinni þennan leik Af hverju? Já, en af hverju? Betra lið Já, en meiri pressa Það er bara eitthvað steikt í gangi þeir ekki bara búin að vera betri líka útvelli? Hlýtur að vera, ekki geta neitt að heimavelli En ég held með þess að stöðunin sé búin að fara lækandi á stöðnuna Hann var herrið, ég var að skoða það í gær Það munar einu stíð á þessu liði með deildinni Stjarnan er búin að skora samt einhverjum 9 mörgum meira þetta var fengið náttúrulega sama á sig þannig að þetta er ekkert eitthvað rosalega munur á þessu liðum Nei, en ef maður er samt bara lítur á þetta blákalt og að maður ætlar eitthvað ávægst eitthvað þá er Stjarnan auðvitað miklu líklegri það verður að teljast, þannig að 1.92 er helviti vel boðið á Stjörnuna á móti nýliðum ég vona að Þóru inni en Stjarnan er bara miklu betur lið ég meðast það líka verið bóð og Þór á inni sigur eins og ég búið hann tapar 5 með streiki neitt inni sko. Þór á inni sigur en Stjarnan tapar þessum og þeir ætla ennþá að vera skæli bróðst í Garðabænum með 7 stig eftir 10 leiki með þetta lið, ætlaðu sér titilinn þetta er háboruna skammar þetta er ekkert annað og það væri búið að láta alla þjálfara að fara en ég veit ekki alveg hvað er í gangi þetta lítur að vera þetta lítur að vera dauða gildar en síðasta ef þið tapar henni, þá bara hann er farin ég gerir mér ekki grein fyrir en eins og ég sagði á líka, ég var að tala það kom einhver frétt að lykilmenn liðsins styðjan í þessu, eðlilega, þeir fá að spila allar mínútur sko. Þannig virkar þetta fótbolta spjallið og segir Bolli að sleikja upp Keflavík í morgun í brennslunni, held ég hef aldrei verið jafn hamingjusöm sá hann syngja og tralla á móti IR fyrir á tíðanbili ég var nú bara að tala inni við hana hljóma höllina og þetta helsta bara flottu staður Keflavík þetta er 1-2 Stjarnan Þórsarar hafa verið að drilla sóknarleiki sinn og eru alltaf þétt í varnarna og eru á heimavelli ég ætla bara að segja að Þór vinni hana leik 2-1 Ég er með mækarna mínum, ég held að segja 1-3 Birnir Snær skor 2 Birnir Snær skor 2 Hann þarf að fara að rífa sig í gang Hann hefur ekkert gert Það bara er þunglind í Stjörnunni Birnir Snær er stórkostlegu leikur En held að þið ferðist á norður og verði allt í nú léttleikandi og vinni þetta bara Ég held þeir vinni, já Þeir eru með Emil Atla, þeir eru með Andar Rúnar Þeir geta skorað Þór, þeir eru með mun betra lið en Þór Þetta var ekkit leikur Siggi Öskulds hugsaði ég verð að vinna þennan þegar deildin byrjar en núna náttúrulega er hann í allt öðru samhengi en þetta verður erfitt Þessi leikur á sunnudaginn Ég ætla bara að segja Birnir Snæ fáðu bara góða steik á laugardaginn fáðu bara góða orku í líkamann Ég held að segja borðu lítið strákurinn Það getur líka verið eitthvað svona smá mögulegt hérna epic annars Það þarf líka að fitta í öll þessi föt sem er alltaf máta á TikTok Enda sér góða steik Fer ekki ómikið púður Gaman að fylgjast það með því á TikTok sem strákar er að skipta fötin og svona og er að sína frá Hvað finnst tískuganginum það? Ég er rosa gaman að fylgjast með þessu Svo koma þetta lappskoða sem ég gera setja myndalinn niður svo lappa þær að henni og gera eitthvað svona og svo koma það tilbaka og er svona
Þetta svolítið skemmtilegt. Mjög gaman að þessu. Ég held að við ætlum að gera eitthvað svona mækari. Já, en það er við ekki með 2 milljónir á mánuði fyrir að spila fótbolta. Nei, við erum bara einhverjum gamlu fötum bara eitthvað. Við fáum laun fyrir þetta. Birnir Stærðars í gær, þeir þurfa að vera einbeitt sem eru á fótbolta. Sammála því. Ég er ósammála sem minnst að gegja. Topp menn og allt það, við viljum sjá meira. Hvað viljið þið fá á hjólið? Ég held sér skemmtilegast að fá Káa gæti komist yfir á móti Káar. Já, það er alveg líklegt. Einu svona ég vil mikinn 80%. Nei, ekki svefnherbergin, ekki rólegt. Þið fara á stað, Hami, hvað sér þið í þessu? Ég sé Káa. Ef ég fæ Káa. Herðu. Blikarnir. Breiðablik. Á móti Fram. Vá, á móti Fram. Er það ekki bara helviti Likes, vá. Hér á Hlútivelli. Vel gert. Það er þétt í þessu maður. Herri stráka, förum meistaradeildina. Champa League. Getur þú sungið meistaradeildarlagið? It's champions. Nei, It's champions. We're champions. Þórsar að geta ekkert, segir Gunnar Bergallu. Ekkert. Ég geta svolítið. Þetta var góð tilhörn hjá mig. Þeir eru búin að vera slækið Þórsar í síðustu leikjum sko. Það er bara að segja þess Strákar, þið voru með þarna, Mækari, þú hendur í betbildir. Á þennan? Já. Ég skal gera það núna. Ég er ekki búin að gera það núna fyrir okkur. Sýnir okkur hvernig þetta er allt gert. Já, stóru strákarnir gera þetta. Já, þið getur líka gert það saman. Við getum gert það saman. Vil ég hafa hann áhættu sækin eða hvað? Sko, viljum ekki bara hafa þannig að hann detti. Jú. Þannig að komi eitthvað tilbaka. Þetta verði ekki eitthvað, þurfum ekki að hann í 30 eða 40. Nei. Þú veist, þetta má bara vera 3-6 eða eitthvað. Emitt. Já. Þannig að við skulum fara í leikinn. Alltaf frændi mættur, Júlíus, frændi að spotla. Það er snillingur. Hvernig er verið að spá byrjunleganum í þessu leik? Var þetta var byrjunlegurinn upp? Byrjunlega á PSG er bara, ef hann er meðan hérna, þetta er pottet einstæmi í heiminum. Ef hann er meðan hérna Hakimi, sem er hann spilar honum, að þá er þetta sama byrjunalið og í leikunum í fyrra. Nema markmaðurinn. Byrjaði Ramos í fyrra? Nei, þetta er Ramos ekkert að vera að byrja að leik. Nei, Dembele alltaf að vera að byrja að leik, sko. Nei, ég bara svo predict. Já, hann var eitthvað eins meittur Dembele og líka Hakimi, þeir eru við spáðið klárir og þá er hann alltaf að fara að byrja þeim, sko. En Patsjó mun sannlega byrja líka, ekki þessi Beraldo. Patsjó, já, hann var í fyrra. Hvað er þungur? Ég er 105 kíló. 105 kjút alltaf meira en það. Það var alltaf fárlega spurning hjá þér. Dónaleg spurning. Nei, ég fekk bara hennar fórið þingri. Þú bara hugsa þetta sko. Já, fórst að hugsa þetta. Þetta sé nála 120 kíló. Hann er það. Þú, já. Ok. Þetta er 120 kíló. Þetta er út af byssunum. Byssun að taka sig. Við vorum að borða hana. Við vorum út að borða saman og Nei, bítu. Þegar þú veist þið fisk. Þú mátt segja eftir. Hann er með hana þá. Þú mátt geggja hann dag síðan og skipuleggja hérna fyrir ykkur í öllu. Sindri endaði nú með að redda raskatinu. Það var ekki bara að ræða það. Það var til skam. Þetta er þátturinn hans hjá Sorry. Förum hann út að borða og ég segi, og svo svolítið gaman að því, ég hugsa strax, ég ætla að vera léttur í daginn. Ég ætla ekki að vera, þú veist, að tróða með steik í hátinn. Nei. Ég segi, komdu með laxinn, það er lax þarna og svo Birkir í búlis og þessi, meðal annars og þið. Og þetta er í steik. Hvað heitir þetta? Þetta heitir eitthvað. Steik og egg. Steik og egg. Bara ribba í steik. Og svo alveg tróðu þessu út. Einu sem skildi allt eftir nánast var naflinn. Það borðar ekki neitt. Við báður að hugsa. En hérna... Hann fekk ekki Tómasson sem með þessu. Já, og ég var bara í laxir. Ég hef aldrei séð annað eins. Það var bara eins og horfa á mig bara fyrir svona 30 ára síðan. Gaurinn, hann lásóliði sér í sósunni. Já, majónesinu. Varstu nú ekki að stela staðins í franskatinu? Jó, herðu, ég var byrjað að setja franskatinu. Það var svo illa svegt. Og hvernig enda þetta sér? Við löpum yfir á Kjarval, þú er komið 2 rétti þar. Við löpum yfir í mathöllina hjá Edison, þar sem að Sindri á flottar stað. Þú ást sko eiginlega pizzopnin sko. Ég hef aldrei séð svona. Ég geta pizzunar líka. Þessi fiskur er mest að show-off sem ég hef nokkuð tíma séð á ævi. Og það ná Kjarval og það kom ekkert eitthvað smá. Það kom bara stór kassi. Við heldum að panta eitthvað flott og svona litla fingramatsrétti. Nei, butter chicken, full portion. Og hvernig enda þetta eftir pizzunar? Jú, drepast í maðurum. Við legum pizzunar.
hringdi hann inn á 3 dagar, ég skil ekki þessu. Svona bara rétt eftir 6, þá var ég illt í maganum. Nei, þetta var alveg rosalega að fylgjast með þessu. Ég hef aldrei séð neitt dífa ég myndið í Bernesin bara og það bara var alveg bara stanslust. Þú klikkaður. Þannig að það var gaman að þessu. Það var gaman að því. En strákar, förum í Paris Saint-Germain Arsenal. Ég held að liðið verði ekki svona á PSG. Nei, ég held að það hafi verið... En má ég sjá líkil byrjunlið Arsenal? Já, mér síndist allan að það gæti alveg verið. Nei, ég held að byrja með Lewis Kelly. Já, en ég held að Havertz byrja frammi. Já, ég held að þetta Havertz byrja frammi. Og svo byrjar Timber... Moskvera má ekki vera þetta. Timber byrjar ef hann heill. Timber verður að byrja, þá sé haltur, sko. Þannig að þetta svona sirka liðin og... Hver verður settur Kvaradona til höfuðs? Og málið það, þessi þjálfari í þessu leik ekkit að spá í það, já, herrðu, ég ætla að leiða að byrja á bekknum að því að HM að byrja. Svo Hakimi og það, landsliðsþjálfarinn á Marokko ringja hann á hverjum degi, vertu með hann á bekknum, hann ekkit að spá í það, hann bara að vinna leikinn, sko. Þannig að Hakimi og Dembele að fara að byrja. En ef við fyrir í bettbildið, strákar, kíkjum aðeins á þetta og gefum þjóðinni von. Von. Við þurfum að gefa þjóðinni smá von. Já, ekki bjart, það hópu uppsetnir út allt, við þurfum að gefa þeim von. Mér langar helst að byrja eins á bolla. Hvað sér þú yfir í bettbildunum bolli hérna? Ég búin að tala þetta núna í nokkra dagar streitt. Sko, leikurinn endar 2-1 fyrir PSG, en Arsenalmenn, þeir komast yfir í þessu leik. Verða 1-0 yfir í hálfleik, PSG jafnar svona 60.50, 85 á klukkunni, allir eru að fara í klassiska framlengingu. Nei. Mæti Kvaradona og BOOM 2-1. Við erum ekki í leikhúsinu sko. Þetta er nefnilega leikhúsi. Þetta leikhúsi. Við erum að búa til seðil. Hvað viltu að gera? Hvað er að gera? Mínus 0,5 í fyrirháleik. Þarna væri ég til í að setja Arsenal yfir 0,5 mörk í fyrirháleik. Já, ok. Ertu eitthvað rugglaður? Ok. Arsenal skori í fyrirháleik. Nei, hvað meinur þau? Heyrðu, er það eitthvað ótrúlega sem getur gest í þessu? Nei, bara... Hvað fáið stuður? Við erum ekki að reyna að tapa Sindri, pening. hvað sér þú? Sko, ég hefði frekar farið í bara yfir 1,5 tótal mörk í leiknum, en hann er alltaf komið þetta inn. Þetta er bara vision. Já, ok. Sko, ég held bara PSG sigur. Það er það sem ég myndi vilja gera. Ég veit ekki hvort þið sé eitthvað smekju við að þetta verði eitthvað extra time eitthvað slíkt. Nei, þetta fyrir ekki extra time. Það var bara PSG sigur. Já. Ég ætla að fara í að það verði í seinni hálfleik yfir 1,5 spjöld. Ok, það er velgerð. En þetta er að verða fáralöð við erum konum með stöður 8. Ef við ætlum að hafa Lefum okkur bara að sjá þetta. Já, breytum þessu þá. Seinni hálfleik, það var hana. Þannig, já. Sjáum við það eins okkar, hvað eru konur í? Hann lækkaði stuðullin. Hann lækkaði? Þú lækkaði? Já, þú getur ekki að lækka okkur. Þetta er alltaf meikar ekki að segja. Þá yfir... Taktu út 0,5 og spjöldin. Nei, taktu út spjöldin. Taktu út. Þá kemur 8. Þetta er lélegasta veðmás sem það var séð. Það er lækkuðu stuðullin. Lækkuðu stuðullin? Þetta er alveg ótrúð. Þetta grassi sem við bara að gera grína okkur núna. Þetta er væntanlega einhver kerfisvilla heitir þetta. Ok, en hjá mig, hugsað þú meðan alltaf Mækarni kom með eitthvað. Hvað segir þú Mækari? Ég hugsa. Sko, Declan Rice er að fara að skjóta markið í þessu leik. Já, hann var alltaf 1 skot. Skotamark. Declan Rice. 1+ á markið. Þetta lækki ekki líka bara. 15, wow. Þá veit ég hvað ég fer í. Ég fer í hotspinnur og ég fer í skellir hægandi. Prófa að fara bara yfir 8,5. Sjá hvort það lækki eftir, annars er þetta eitthvað bilað. Má sjá? Nei. Spjöldin er greinlega bara biluð. Herðu, ég fer yfir hotspinnur yfir 6,5. 17. Herðu, býtu, við erum skynsamir. Tökum út sem ég sagði fyrst, út að Sindri kom svo með PSG. Okkur getur þetta ekki að fara 2-1 í PSG. Ég er búin að segja hann farið það. En hvað fáum við ef við erum bara yfir 0,5 yfir höfuð í fyrri? Erum við þá komin eitthvað allt og lítið? Já. Tökum þessu. Nei. Ok, höldum henni. Haltu bara sem að gera sæðir. Því að þú spáði 2. Ég er saman að lifa Arsenal skoraði fyrir ári. Okkur getur ekki að... Þeir töpu, þeir eru einu sinni komast inn að leik. Ég veit bara að halda ykkur rólu. Ég ætla að segja, staðan getur alveg verið 1-1 í fyrir ári. Já, hún má það alveg vera það. En þeir eru einu sinni komast inn að leik og þá gekk þetta upp. Þeir voru 1-0 yfir í hálfleik. Strákar, 17 liðum fólkin að dreyma. Bolli var að vinna í 17 kalda. Herðu, með mér. Sko 1-15. Já, ég myndi fara yfir 7,5 og aðeins ekkert. Já, fá ekki að spilta stuðul þar. Förum yfir, ef að fara yfir. Það er svo lítið sem þetta hækkar sko. En ef við gerum eitt, hotspinnur í fyrri hálfleik. Nei. Herðu,
Ekki fyrir áleik okay. Nei, haltu þessu bara svona, þetta allt í lagi 17 og málið það, síðast Russell fór inn á leik eina skiptið og trúlega verður þetta aldrei aftur að þá skoruðu þeir í fyrir áleik þeir töpuðu 2-1 heldur betur þá hefði þetta dottið Arsenal, ég er sammála á bolla ef Arsenal skora, mér spilur líklega skori fyrir áleik þegar ég segi og er harður á því að möguleik Arsenal í þessu leik er að koma PSG óvart í byrjun og setja press á þá og halda boltan en þess að halda allir eins og hjá mig segir oft halda allir þetta ég held eftir að halda allir Arsenal fari bara niður í teik og ætli bara að verja markið þeir geta ekkert gert það. Nei, þeir eru bara að fara hátt á PSG sem með háa línu þeir pressa á þeir að halda sjálfuboltan þeir mun aldrei geta í 90 mínútur en þeir geta 20-30 komið PSG óvart og jafnvel komist yfir Bolli, hann er búin að hugsa þetta allt ég er líka búin að hugsa þetta, þetta er líka vision má ég spyrja ykkur einu, út af þeir eru sérfræðingar Vision, hvað ekki með það mál? Leif bara að spyrja einu, út af þeir eru sérfræðingar Kvaradonna hvernig ætlar Arsenal að stoppa hann? Verður hann markaður? Nei, þetta er bara úrslita leikur í meistaradeild það er ekki leikmaður ég held að fara í einhvern viðbjók Nei, Timber verður bara inn á ef Timber inn á verður hann bara á honum skilur það eru fullt af fleiri Dú er ekki slagur leikmaður sko ég held að þetta verður eins og Beli getur alveg skorað sko þegar ég var að spila með Ármann Þrótti í handboltum með gamla dana og voru þið sameinaðir Ármann og Þróttur? Já, það náðist ekki lið og þá var ég alltaf tekin úr umferð ég held að vera svipað þarna hvað var það á dögur? Nei, bara Val og þessum liðum já ég var náttúrulega 175 cm 8 ára gammal sko. Hvert er þessi saga að fara? Nei, ég var bara að segja, þú veist það þarf að taka bestu leikmennina og stinga það í vass Það er cool story bro Tell it again Herðu, en býtu, má ég segja Blöndal býður eftir mér nú býtu hvað? Þáttur klukkan 4 sko ég er með þér stundum átta mitt 1 og 4 er ekki að gera neitt sko Ég ætla bara að fá að mæla með allir fylgist með Epic Eldúsinu á Instagram þar munu koma inn Champions League bettbildarar frá öllum meðlumum meðal annars Dóttarfútból frá Komo-prinsinum og fleiri góðum Hver er Július? Þið gefa honum eurur sem Július 100 € Július frænda Mækar er það ekki leikin betur en flestir Geggjað Strákar, frábært að vera með ykkur en auðum býður og eigið góðan dag Þetta er Helsson Vilt ekki láta blöð býða sko